þá er komið að mæleiðsögn fyrir naut. Þetta opinn vestur og á við fyrir suma en alls ekki alla. Svo takið til sín sem eigi. En ef þú tengir engan veginn við sólarmerkið þitt, það er að segja merkið sem er tengt fæðingardeginum þínum, þá getur alltaf aðtuga með önnur merki úr stjörnukortinu þínu. Þar ber sérstaklega að nefna rísandamerkið þitt og tunglmerkið þitt. En við skulum dempa okkur lesturinn. Byrjum á því að athuga hvaða naut ég er að tala við. Ef við fáum áskoranir, uppákomur, viðburðir, hvað er í vændum hjá þessu nauti núna á komandi dögum eða komandi misseri. Fá leiðsögn fyrir naut. Fáum hvaða áhrif þetta kemur til með að hafa fyrir framtíðina hjá þessu nauti. Þetta mikið hér. Svona. Ok. Kæra naut. Það er eins og sér búið að vera sveimandi svolítið á bleiki skýi upp á síðkastið. Mikið að vera í kringunni rosalega margt skemmtilegt, ofboðslega margt fallegt. Margir góðir hlutir hafa verið að gerast og það verður engan veginn tekið af því og það er dásamlegt. En því fylgir aðeins og þú hefur pínu verið með hausinn í skýjunum og athyglin hefur verið bara svolítið þar. Þannig að þú ert búið að vera í allri þessari gleði. Þá hefur líka verið svona þú hefur verið pínu út allt og kannski ekki alltaf náð að halda utan allt sem þú þarft að gera hérna í raunheimum á jörðinni, í þessu veraldlega lífi. Þannig að það er búið að vera rosa gaman og það verður ekkert tekið af því. En það er svona pínu, þú ert búin að vera svona pínu út allt og með hausinn í skýjunum. Sem er ofboðslega gaman, svona tímabil og tímabil, en ekkert rosalega praktískt. Nema hvað núna er eins og að þú sért að átta þig á bara hversu mikið þú ert búið að vera í skýjunum og jafnvel að þú sért að átta þig á því að þú ert búið að fara þér svolítið geist í allir þessari gleði. Mér finnst þú vera að taka eftir sjálfu þér og jafnvel að stíga svolítið tilbaka inn í sjálf þig og átta þig á því að lífið er alls konar, það er ekki bara þessi eintóma gleði sem er búin að vera. Við erum hérna líka niður á jörðinni, við eigum okkur veraldlegt líf, við búum í holdlegum líkama, við þurfum að taka praktískar ákvarðanir. Mér finnst þess að þú sért að sjá sjálft þig í þessu, hvernig þú hefur svona aðeins kannski misst tökin á svona þessu veraldlega og ert að átta þig á því hvað þú ert búið að vera mikið einhvern veginn í skýjunum. Og það er ofboðslega gott að þú ert að átta þig á þessu og ef þú ert búin að vera rosa mikið í félagslegri gleði að þá er núna að koma tímabil þar sem þú ert að stíga svolítið tilbaka í svo litla einveru tíma þar sem þú ert að spegla sjálft þig, kanna sjálft þig í þér, í einverunni. Þú munt örugglega finna fyrir því með því að stíga svona aftur niður á jörðina og sjá það að það þarf að takast á í raunheima og veraldlegt líf. Að tíma þá finnst þér kannski svolítið erfitt og jafnvel að tilfinningalífið þitt verður fyrir eitthvað erfitt og þú farir svolítið niður á við. Þannig komið hinn póllinn, það er búið að vera svo rosa gaman að það kannski allt í einu áttar þig á þig að bíddu nú við. Það er líka alls konar erfitt og þungbært inn í þessu brjósti. En hins vegar þá fylgir þessu að þú ert á einhvers konar vegferð. Þetta er hluti af þínum þroska og
lífið ekki þannig að við erum alltaf á beinni braut. Okkur ekki ætlað að ferðast þannig inn í lífið þó við verðum stundum halda það. Heldur þetta sikksakk og upp og niður, fram og tilbaka á rússíbani, og það svolítið það sem hún myndi vera að finna fyrir hér núna, að það þessar sveiflur í lífinu. Og núna á næsta leiti að koma svona niður á skýjunum gæti jafnvel verið svolítið þungbært. En ef þú heldur þig svolítið meðvitað það að þetta hluti af vegferð lífsins og hluti af þroskanum, og þú lærir að sitja með þyngslunum og sitja með erfiðleikanum, að þú heldur áfram. Þegar leiðsögnin á sama bó hér, að leyfðu þér að fara ekki inn í lífið, allt lífið eins og það alla vinklana, líka erfiðu hlutina, líka þetta sem ekki gaman endilega að skoða. Eins og við viljum oft vera bara í eintómur gleði, þá þurfum við að taka allt hitt með. En þetta áminning að fylgja flæði lífsins með öllu sem það býður upp á. Líka þessu þungbæra. Og eins líka áminning við þig, fyrir þig að athuga, sko, að þú horfir tilbaka, sjáðu samt hvað þú hefur farið langa leið, og ef þú horfir tilbaka þá gleðin og allt þetta sem búið að vera að fylgja þér núna upp á síðustu misserin, það ekki minna virðis þó að þú sért ekki að upplifa það núna. Allt sem við gerum, það tökum við með okkur bara með minningunni og þroskanum og þakklætinu. Nú það sem framundan, með því að fara aðeins í gegnum þetta, að kanna svona raunverulega tilfinningar, raunverulega líðan, alla vinkla á sjálfinu, og virkilega fara í þessi innri skoðun, komast niður á jörðina og átta sig á hver ég, hvað vil ég, hvar ég statt, hvað lífið núna, að þá hér einhvers konar tilboð, einhvers konar val það sem getur beðið þín áfram, það sem getur fylgt þér áfram í framtíðina. Fyrir sum ykkar þá þetta tilboð eða val einhvers konar samband, hvort sem það nýtt samband eða halda áfram sambandi, mynda tengsl við aðra mennesku. Það getur verið vinátta, kollegasamband eða ástarsamband, hjónaband, hvað sem það Samband alls konar. Fyrir ykkar það akkurat þetta að það verið að benda þér á að skoða eitthvað samband í lífiðinu eða bjóða þér inn í einhvers konar samband sem hristir aðeins upp í þér. Sum ykkar hrædd við þessa tilhugsunna að skoða hvað í boði fyrir ykkur, og hræddum við að skoða hvernig stendur á mínu sambandi eða samböndum. Fyrir einhver ykkar þetta virkilega það að það verið að benda þér á að það sé kannski í boði einhvers konar tenging sem hræðir bara úr þér lífstóruna. En ég sé það hér að með öllu þessu sem þú ert að koma með þér hingað inn, og það sem þú ert að upplifa núna og verða svolítið áberandi næsta misserið, að í þessu þroskaferli þá munu samböndin í kringu þig vera svolítið áberandi á næsta leiti, og sérstaklega út frá því hvað vilt þú svona í raun og veru, og af hverju hræðir það þig. Því að við erum rosalega gjörn á það að hræðast þetta sem okkur langar samt í. Við fáum aðeins meir innsýn, smá hérna auka. Aftur kemur gleðin, sko. Þessi mikla gleði sem þú ert búið að vera að upplifa. Og svona að þetta búið að vera ekki bara huglæg gleði, heldur líka sko tilfinningaleg gleði og þroskandi gleði. Það svona keimur af þessu að þetta gleðin sem fylgir því að ferðast og nærast og læra nýja hluti og kynnast nýju fólki.
En þú ert að koma hérna niður á jörðina og það er svolítið, getur verið svolítið erfitt og sérstaklega þegar þú ert að gangast við sjálfur og svona þyngri hlutum lífsins og endurskoða kannski líka ykkur svona gömul sára áföll, svona hvað þú þarft að skoða þar. En þetta er allt saman hluti af þinni vegferð og það verður líka að benda þér aðeins á þetta með að þú veist ekki allt, við vitum aldrei alveg allt, við eigum alltaf eitthvað eftir ólært. Og umfram allt þá verður að benda þér á að vera samkvæmt sjálfur, gangastu hver þú ert, ganga þann veg sem þú boðar, fylgja gildunum þínum og sannfæringu þinni, einsæðinu þínu, að vera bara svolítið hreint og beint í því sem þú gerir og svo stendur til boða fyrir þig að opna inn á nýjan kafla, nýtt tækifæri eða ævintýri og það tengist það svolítið inn á samböndin í lífiðinu og samböndin sérstaklega sem að kannski hræða þig eða þú ert svolítið smeykt við eitthvað svona eða hvort sem þú ert hrætt við að blindast í eitthvað svona sambandi. Þannig að það verður áhugavert framundan hjá þér. Koma niður á jörðina og augra sjálfu þér svolítið. Ég ætla hérna að lokum draga eitt erkienglaspil, svona fyrir stutt skilaboð í lokin. Svona, og það er erkiengillinn Múriel. Þess að treystu þinni innri visku og hafðu trú á þinni andlegu sýn og það er svolítið inn í því að bara þegar þú ert að koma hérna niður af skýjunu, gleðiskýjunu, það er ekki þar með sagt að þú sér búið að missa eða aflæra eitthvað sem þú ert búið að læra sérstaklega í þinnum andlegum þroska, heldur fylgir sko þroskanum innri viskunni það svo vissa að við erum óhult í gegnum alla vinkla í lífinu, gegnum rússubana, gegnum flæðið sem er upp og niður og meðvitundin það að líka erfiðu tímanir, líka tímanir þar sem við erum ekki upp á bleikaskýjunu, eru hluti af þroskanum, eru hluti af viskun okkar og það að geta setið í sársauka og erfiðleika að það er þroskað að fara gegnum það án þess að hafna í. Þannig að ekki gera lítið úr sjálfu þér og viskuðinni og því sem þú hefur lært þó að þér líði ekki alltaf tipp-topp vel eins og sért á bleiku skýi. En þá ætla ég að segja þessari leysum lokið. Ég vona að skilaboðin rati svona rétt til þín og komi að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.